Komið sæl og verið velkomin til okkar hingað. Hvíti mávar að fljúga hér inn ásamt góðri konu sem ætlar að segja okkur pínlítið af sögu sinni. María Axfjörð heitir hún, ættuð, hætt á Akureyri veit ég, hefur búið lengi á Húsavík, unnið mikið í ferðamálum, af stórri fjölskyldu. Hún ætlar að segja okkur sitthvað af lífi sínu og við ætlum að setjast henni fyrir. Gjörið þið svo vel. Já, hérna þetta. Við ekki hafa kerti. Já, Anna. Anna. Heyrðu, þetta hljómandi. Frú María Axfjörð, vertu velkomin. Þakka þér. Eigum við að byrja á Axfjörð? Akkur heitir ekki Öxfjörð? Það að því ég vil heita Axfjörð, ég heiti Axfjörð. Mér skilst, ég þekki nú ekki mjög vel til þess, en mér skilst að föðurafi minn hafi tekið sér þetta nafn einhvern tímann í kringum, ég veit ekki hvenær, 1950 eitthvað svoleiðis. Var hann ekki hér á Akureyri? Jú, Friðjón hét hann Axfjörð, hann dó áður en ég fæddist. Og þannig að ég hitti hann aldrei, en ömmu mína þekkti ég vel aftur. En hann tók sér þetta nafn? Já, eða hans faðir, sko. Því hér eru Axfjörðar eins og Björn heitinn Axfjörð. Já. Hann var afbróðir minn. Já. Þannig að það eru Sigfús, Brynhildur. Og er þetta tengt í Axarfjörð eða Öxarfjörð? Já, það er einhver ættartengsl í Axarfjörð sem ég bara þekki ekki nógu mikið til. Eins gott, þú ert ekki úr Langadalum? Það er eins gott, já. Það ætti ekki vel við mig. María Langdal? María Langdal, já. En mér var eins og ráðlegt að konu sem hafði ættarnafn að nota, pabbi minn hét Friðgeir og María Friðgeirsdóttir er auðvitað fallegt íslenskt nafn, en mér var ráðlegt að nota ættarnafnið, þá myndu allir muna eftir mér og það hefur sannast. Þá var ég mikið í félagsstörfum í leikhúsinu og svona ýmsu út á við og þægilegt að kynna sig og segja María Axfjörð? Já. Frekar en hitt. Akkurat. En sko... Svo bað pabbi minn sem að nota það alltaf líka, reyndar. Já, hann gerði það? Já. Og verið rauð og ég fyrir minna eftir því en með ánægju nota ég Axfjörð. En hver er staðan þín í dag? Hvað ertu stödd? Ég er vel stödd í dag nema það að mér vantar atvinnu. Ég misti draumavinnuna mína í haust. Ég var í óskaplega skemmtilegri vinnu hjá Markaðsstofu Norðurlands og búin að vera með þar frá upphafi. Ég fékk að taka þátt alveg bara frá því að það var liggur við í hugskoti stofnendana vegna þess að þeir vildu ekki sjá peninga og bókhaldsdrasli, vildu fá einhvern í það. Þannig að ég tók að mér að vera með í því og taka það að mér. Og hafði gert það áður á sama hátt fyrir Hvalasafnið á Húsavík. Þegar Ásbjörn var að stofna það, þá vildi hann ekki heldur vita þessu. Hann vildi fá einhvern sem að bara sæja þessi mál. Þannig að ég fékk að vera með í þessu. Þannig að þú ert sú? Ég er sú, já. Og svo var bara hafði starfið vaxið og stofan vaxið og svona, en svo voru bara komið upp svo staða í haust að mér var sagt upp. Og síðan hef ég sett heima hjá mér að sauma út og sinna barnabörnunum og svoleiðis. En varstu þá búin að skipuleggja þetta svona vel, ganga svona vel frá þessu, að þeir þurftu ekki eða vildu ekki hafa það lengur, eða þurftu ekki að það halda? Kannski var það bara málið, ég veit ekki, Hvernig er að, nú svona tala pínlítið um þetta, hvernig er að maður sé bara lenda í þessu? Þetta er eins og ég hef reyndar ekki fundið gott íslenskt orðið við það, en þetta er heartbreaking eins og það heitir á ensku. Þetta er bara sorg vegna þess að sérstaklega þetta starf hafði ég svo mikið komið að því að byggja upp og unnið svo mikið með hjartanu. Að mér fannst þetta mjög erfitt. Það var mjög erfitt. Og ég er auðvitað búin að gangi í gegnum þann feril allan, sko. Því veit að hljóma kannski pínu móðursýkslega, en þetta að vakna á morgnana og nei, shit, þetta gerðist, já. Ég er ekki að fara í vinnuna. Já. En líka er ég búin að gangi í gegnum þetta að því ég var svo ómöguleg og að því ég stóð mig ekki og að því ég gerði ekki hlutinu sem ég ætti að gera þá og að því ég var ekki nógu... Ég er búin að gangi í gegnum það líka, ég er búin að afgreiða allt saman. Skilur, ég er á 61 árs, ég veit alveg fyrir hvað ég stend og ég þarf ekkert að biðjast afsökunar á sjálfri mér og geri það ekki. En hvernig, hvað er langt síðan þetta var? Þetta var í miðjan september. Þannig að þessu fer nú að svona ljúka, það er að segja þessu uppsagnar fresturinn Já.
ég á laun út febrúar en svo á ég einu sumarfrí þannig að ég á launum eitthvað fram í mars. Svo fer ég að finna eitthvað eða ég hef auðvitað sótt störf sem hafa verið auglýst en... Hvernig gengur það? Sko það fyrsta lagi nú skilur að byrja að sækja störf í september, bara alveg sami hvað að gera. Það ekki mikið auglýst að störfum. Nei. Yfirleitt sko, hvað þá störfum sem að mér henta eða ég hef áhuga fyrir eða mér finnst koma til greina. Já. En ég hef þó sótt nokkur störf en ekki fengið þau bara. Ég komst í viðtal í einu tilfelli. Hvað var sagt? Það hefur ekkert verið sagt við mig á hverju mér hefur verið hafnað. En nei, ég veit ekki, ég held að kennitalan standi ekkert með mér sko. Nei. Þó að vinur minn hafi eins og sagt að 53 væri besta módel af fólki fædd á Akureyri og Chevrolet, þá ég ekki viss að séu allir atvinnurekendur sammála því, en auðvitað hef ég veit að í einhverju tilfellum það að ég ekki með háskólapróf. Ég með stúdentspróf og nokkrar háskólaeiningar og sjálfsagt hefur það fælt, ég gerir ráð fyrir því. Hvað hefur þú sótt? Ég hef sótt ég sótt ágætisstarf sem örugglega skemmtilegt hjá Lostæti, ég fekk það ekki, ég fór í viðtal þar. Ég sótti starf hjá Rauða krossinum hérna, það var svona svæðisstjórastarf. Og ég sótt 2 störf hjá Menningarfélaginu núna, þessi sem voru auglýst núna síðast. Já. Mér fannst náttúrulega sjálfur ég vera alveg perfekt í þau. Já, já. En þá sóttu 45 mannsum. Og allir með háskólapróf? Ég veit það ekki, og ég veit ekkert hverjir voru ráðnir eða neitt, sko. Og ég veit ekkert á hvað forsendum sjálfur sem mín umsókn ekki lesin meira en einhver annara. En reynslan, öll reynslan sem þú hefur í samband við þetta, þú búin að vera við uppbyggingu á stóru, flottu, glæsilegu safni á Húsavík og þú ert búin að vera hérna í ferðamálunum, þekkir þetta betur en nokkur annar. Já. Ég vann lengi á Hótel Húsavík líka, var þar í mjög skemmtilegur uppbyggingu með Páli Þór og Birni sem að keyptu það og byggðu það upp aftur. Já. Og fékk að vera með í því, það var líka mjög gaman því ég hef mjög víðtæka reynslu og ég svo kingi að mér finnst gaman að vera í bókhaldi, sko. Mér finnst gaman að færa bókhald og stemma það af og skilurðu, og mér finnst gaman að gera áætlanir og láta hluti passa inn í þær og gera það svo upp og að það hefði gengið upp og ég vil hafa svona reglu í þessu. Svona skipulögð? Skipulögð, já, ég er skipulögð. En ef við ekki bara auglýsa eftir vinnu? Jú. Hvað viltu gera? Ég vil gera mér alveg sama, ég vil gera allt mögulegt, sko. Ég er bara opin fyrir öllu. Ég segi það ekki, ég held að það sé nú ekki hroki, sko, en ég segi það ekki að ég hafi neitt skrokkað úthaldi í svona mikla ræstingar eða mikla byggingavinnu eða svoleiðis, skilurðu. Nei, ég meina það er ekkert í skipasmíðar. Nei, en ég væri mjög glöð að fá svona 70–100% vinnu við auðvitað skemmtilega verkefni með góðu fólki. María, þú ert frá Húsavík? Já, ég er alltaf í smá vandræði þegar ég spyr hvaðan ég sé. María, hvaðan ertu? Ég fæddist á Akureyri. Þú fædd á Akureyri? Já. Ég fæddist hérna í Lundagötu. Jaha. Og átti heima hér fyrsta árið. Flutti þá í Reykjadalinn á óðal móðurættarinnar á Helgastöðum. Jaha. Voru þar 1 ár skils mér og svo til Húsavíkur. Og þaðan flutti ég ekki nema stundarsakir fyrir en 2002. Já. Ég átti að vísu heima hér á Akureyri í 1,5 ár þegar ég var 12–13. Gekk hér í barnaskóla Akureyrar og naut kennslu Björgvins heitins Jörgensen, klesmætamanns, og byrjaði aðeins í Gagnfræðaskólanum eins og hétt þá, en fór svo aftur til Húsavíkur. Já, og varst það til 2002? Já, þá fluttum við hingað til Akureyrar. Og hvað gerðirðu á þessum tíma? Ég meina, hvaða skóla kláraðirðu? Ég kláraði nú bara landsprófið og svoleiðis og fór svo að vinna og svo fór ég að börn og svona, en svo þegar ég var fertugt þá varst mér ómögulegt að hafa ekki stúdentspróf. Þannig ég fór þá í framhaldsskólann á Húsavík og tók stúdentspróf. Já. Mér varst alveg mér vantaði að kunna gítar og hafa stúdentspróf. Og Pálmi gaf mér nú gítar þá. Já. Ég er ekki búin að læra neitt á hann nema litlu andar ungana ennþá, en stúdentsprófið á ég. Já, þú varst stúdentsprófið. Þú er búin að því að gítarinn er eftir. Já, svo fór ég seinna og tók svæðislega próf líka hérna á Norrlandi. Já, þannig að þú ert líka leiðsögumaður. Já.
Norðurlands Svo hérna var ég nú að vinna á bæjarskrifstofunni lengi og svo mikið á hótelinu. Ég búin að vinna nokkru sinnum á hótelinu. Já. En svo náttúrulega varstu ekki auka vinnu, en þinn auka tími fór allur í leikfélagið. Já, hann fór allur í leikfélagið. Frá því ég var 16 ára. Sem var allavega og eitt öflugasta áhuga leikfélagi á landinu. Já. Ég starfaði mjög mikið þar, sko, í yfir 30 ár. Var bæði, ég held að ég geti sagt að það eina sem ég hef aldrei gert hafi verið að keyra ljósin. En hljóðeffektana keyrði ég einhvern tímann og allt hitt, sko. Já. Þú unnið öll störf í leikhúsinu? Já. Alveg frá því að keyra hérna hljóðið upp í það leika? Já, og hita kaffið og þrífa klósettinn og selja miðana og skipuleggja þetta og svona. Jú, en svo nefnilega var svo gaman og mér finnst það svo gaman þegar ég hugsa tilbaka allir þessa tíma. Það hefur nú aðeins kitlað mig að starfa hérna eins og með Freimánsleikhúsinu eða einhverjum svona góðum, flottum leikhúsum. En þegar ég hugsa tilbaka til tíma sem hún sagði, fannst mér gaman að ég hætti með því að leika 3 svona magnaðar konur í góðum leiksýningum. Já. Og ég hafði ekkert gert svo mikið að því að leika, sko. En af einhverju ástæðu þá slysaðist það þannig að ég fekk að leika 3 svona sterkar konur. Já. Þannig að það var rosalega gaman að svona slúta á toppnum, sko. Þú ert af stórri fjölskyldu? Já, móðurfjölskylda mín mjög stór. Já. Pabbi átti bara eina systur. En þau systkinin, reyndar pabbi og Jóna systir hans, þau eignuðu 17 börn. Amma mín, föðuramma mín í Bjarkarstígnum, hún Rannveig, hún átti 2 börn og hún átti 17 barnabörn. En móðurfjölskyldunni, þar voru þau 10 systkini mömmu. 9 sem komst til manns og eignuðu stóra fjölskyldur. Hvað stórum hóp þú segir? Við systkinin erum 10 líka. Ég á 3 hálfsystur og við erum 7 allsystkinin. Þannig ég sko forrík, sko. Já, þetta eru allir nema Ransi systir. Þetta enda gömul mynd frá 96. Já. En hérna, svo elsta, hálfsystirinn, hún ekki þarna, en við erum hana 9. Hvar hún? Hún núna í Englandi. Já. Já, en þetta mikill hópur. Þetta mikill hópur, já. En ég veit það líka, sko, þetta náttúrulega hefur verið örugglega mjög erfitt því þú missir móður þína þegar þú ert mjög ung. Já, ég var ekki á 11 ára þann dag. Og hvað þú í röðinni? Ég elst. Þú ert elst? Af 7 systkinum sem eru fædd á 9 árum og 2 dögum. Það eru 9 ár og 2 dagar á milli mín og Dönnu systur. Hvað er það að segja? Já. Og þetta eru allt pínulitli krakka þegar mamma þín deyr? Já. Hvernig var þetta? Þetta var erfitt náttúrulega. Ég man það mikið að þessu, þetta man ég það. En þetta var líka auðvelt að því við áttum svo svakalega góða að. Já. Við áttum alveg sko yndislega fjölskyldu, sérstaklega sko systkini mömmu og fjölskyldan, sú fjölskylda. Hún bara tók okkur bókstaflega upp arma sína. Sem var á Húsavík þá? Sem var á Húsavík og í Reykjadalum. Já. Og 2 yngstu systkini mín voru reyndar ættleidd á Húsavík. Góð hjón þar í báðum tilfellum sem að ættleidduðu. En þannig að þau eru annars vegar Ólafsdóttir og hins vegar Helgason. En eru þetta bara með sterkt tengslu okkur líka, sko. Já. En hérna, við vorum bara, móðursystir mín, sérstaklega Hrafnhildur. Hún hérna hélt utan okkur eins og unga hópinn sinn og þá átti hún alveg nóg með sig og sitt fólk og Úlfhildur, systir mömmu líka, hún átti 7 börn, sko. Þú nefndir manninn sem að gaf þig gítarinn? Já, Pálma. Pálma? Já. Það er maður þinn? Já. Hver er hann? Pálmi Þorsteinsson, hann er hérna Akureyringur. Hann er sonur Steina Pálma sem er þotnasmiðjuna, var járnsmiður hérna í bænum og Finnu Óskars. Já. Kominn á Óskar í Esju. Óskars í Esju? Já. Eða Akureyringur. Já. En hvar kynntust þið þá? Á Húsavík, hann kom að vinna á bæjarskrifstofunni þar sem ég var að vinna þegar hann var nýkominn úr námi. Já, hann er tæknifræðingur? Já, hann vinnur hjá Vegagerðinni núna. Já, og vann þá við slík störf hjá bænum? Já. Á Húsavík? Já. Nú er hann að vinna? Já, hann er að vinna. Meðan að þú saumar út? Já.
Hann ég keyri hann í vinnuna og hann segir sko þvílík sóun þegar ég fer heim að lesa mokkan. Já. Það er líka rétt hjá hann. Já. Við náttúrulega getum talað mikið sóunina á sko reynslu fólks þegar þetta lendir í þessu. Já, mér finnst þetta sko, ég er alltaf dálítið mikið fyrir að líta á svona stóru myndina þessu og mér finnst þetta svo mikil synd út af því. Mér finnst svo mikil synd út af því að vera búin að kosta til þess að ég í þessu tilfelli, eða manneskja á mínum aldri, okkar aldri, auðlist alla þessa reynslu því það er búið að kosta og svo er því bara hent heim, skilurðu. Já. Ertu að tala um það að það sé menntasnobb í gangi? Já, mér finnst það pínu. Mér finnst það pínu, ég verð að segja það. Já, ég meina, þú getur ekki fengið vinnu við afgreiðslu eða símsvörun nema þessi háskólamenntun á bakgrunn. Já, og ef ég á að vera alveg hreinskilin þá brosti ég í kampinn þegar það var að auglýsa eftir til dæmis miðasölustjóra hjá Menningafélaginu og þar þurfti háskólamenntun. Með fullri virðingu fyrir því og auðvitað fer fólk í háskóla og læra og ég væri örugglega komið með háskólapróf í dag ef ég hef bara ekki fengið eitthvað brjósklos en því þegar ég get ekki unnið músavinnu til að eins og þarf í svona þú veist, rannsóknarnámi eða námi þar sem maður þarf mikið að vera á netinu að leita sér heimilda og svona. Ég bara get það ekki. En sko mörguleyti já, margt af þessu mér finnst ekki fólk einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég get orðað þetta. Háskólapróf ekki lykill sko, að því að þú sért sjálfkrafa sterkur og góður starfsmaður. Reynsla af ýmsu getur líka verið lykill að því. Ég veit það ekki, Þorir ekki að segja þetta? Jú, en mér finnst þetta menntasnobb, eins og segir. Eða svona menntahroki kannski frekar. Kannski sko. Að fólk, ég veit ekki, fólk sem er sjálft mikið menntað, það getur ekki hugsað sér að hafa annað en mikið menntað fólk í kringum sig. Já. Þó að það geti verið jafn ónóthæft eins og allir aðrir. Eins og allir aðrir, já, vissulega. Já, en það er bara, þú veist, þetta er bara... Hefurðu hugsað það langt að þú segir, ég fæ enga vinnu, hér það sem ég bý, ég þarf bara að flytja? Nei. Ég hef ekki hugsað þannig. Og ég hugsa mér sjálfur sér ekki sem neitt fórnarlamb. Þetta voru bara aðstæður sem komu upp. Þeir sem réðu því, hvernig þeir þróuðust, tóku svona á þeim. Ég finn eitthvað út úr því. Ég aðalega neikvæðu hugsanirnar í sambandi við það að hafa ekki vinnu núna þetta er svo skrambi eiginlega leiðilegt sko og ég er alltaf svo mér er alltaf svo óhress með það að eyða tíman mjög vitleysu. Þess vegna rífum við bara lappi klukkan 8 á morgnana, keyri manninn í vinnuna og fer svo í göngutúr og fer svo heim í sturtu og fer svo að gera eitthvað. Ekki sérst ég les ekki á daginn eða ligg í leti eða horfa sjónvarpið eða... Ég veit, það er eitt sem þú verður að fara að gera. Já. Að því hér er mynd af sko frændum þínum, Reyni Jónasinni og Hjörleif Valsinni, snillingum tveim í tónlistinni. Já. Nú verður þú að fara að læra á gítarinn. Já, ég verður að fara í gítarinn. Hann er nefnilega með slitna strengi. Ég þarf að fara að hitta strákana hérna niðri í hljóðfærabúð. Þeir hafa skipt einu sinni strengi fyrir mig. Það var fyrir 60 afmælið mitt. En það er ekkert nóg að skipta strengi, það er að spila á það. Það er að spila á það, já. Ég veit það. Ég er að fá almennilega strengi og þá get ég byggt ofan á litlaðandarungana. Að gera það. Já, kannski verð ég bara trúbadúr. Mér er gaman að syngja líka. Já, nóg að stöðum til að koma fram. Ég segi það, ég myndi örugglega geta það. En við erum búin að tala pínlítið leikhúsið og fjölskylduna og vinnuna og vinnumissin og allt þetta og foreldraðina en nú verðum við bara að rúlla heim tíðin og líta á gítarinn. Líta á gítarinn, já. Og útsauminn. Já. Og ég vil svo ekki bara klára viðtalið þar. Gera það. Takk fyrir þetta. Það er eitt enn. Myndin. Svo glemdi að taka eitthvað. Það er mynd. Já. Ég minnst það ekki mjög þægilegt sko. Takk aðra. Ég var örugglega að tala. Ég tek aðra. Það er alltaf hérna, já. Komið. Skára, já. Takk fyrir núna. Já. Já, þá erum við bara komin heim til Anna Maríu. Og gítarinn góði umræddi á svæðinu og náttúrulega gjörsamlega ónothæfur. María,
Sko, það með sér ríkál, ég ekki að gera athugasemdir sko hreinlega til heimilinu, en það er svo langt síðan hefur verið gripið í hann er ríkur. Þetta sorglegt, það er nú ekki bara ég heldur, greinilega alltaf langt síðan að Geiri bróðir hefur komið í heimsókn því að hann spilar yfirleitt á hann þegar hann kemur. En ég legg til, eins og ég sagði við þig sko, að þú kaupir strengi og farið að æfa þig. Ég lofa því, ég skal gera það. Reyna að þróast upp úr andarungunum. Já, upp úr andarungunum litlu. En til dæmis hérna ertu með það sem þú sagðist þér að gera. Þú ert að sauma. Ég er að sauma, já. Ég sérhæfi mér í saumaskap. Ég sauma bara Coca-Cola jólasveinin. Þetta er, þó það líti ekki út fyrir það, þá er þetta byrjunin á mynd af Coca-Cola jólasveinin. Fyrir næstu jól? Já, ég veit ekki hvernig þetta verður búið þá, þetta er ansi mikið verk, en Coca-Cola jólasveinir eru það. Og við vorum að tala ferðamennskuna og annað slíkt, hefur þú þá sjálf ferðast sko mikið innanlands? Já, ég hef ferðast, finnst mann með nokkuð tímann að ferðast nóg. Nei, kannski ekki. En ég þekki landið ágætlega sæmilega. Já. Norðurlandið mjög vel núna eftir vinnuna á markaðsstofunni. Ég bara uppgötta það þegar ég keyri að ég veit af þessum fossi þarna og þessu þarna og hinu þarna sem að ég hef ekki hugmynd áður. Nei, þú fórst nú líka í leiðsögumannaskóla. Ég gerði það líka þetta er held ég líka bara þessi ár einhvern veginn, það síðast inn. Eins líka kannski að vera með ég vann fyrst með honum Kjartan Lárusin, hann var framkvæmdastjóri á markaðsstofunni og hann þekkir landið alveg ótrúlega vel og náttúrulega fólk í öllum húsum leikum við sko. Þannig að ég lærði þetta tölvöld mikið á honum. En gerur það ekki? Þekkir þú ekki fólk út allt? Jú, núna, jú. En hvernig, nú ertu búin að pæla tölvöld mikið í þessu og ganga hérna þess okkur sem bæinn og þekki bæinn alveg betur en margur sem hefur búið hér alla tíð. Sko, hvernig sérðu þetta fyrir þér? Ertu búin að byggja eitthvað upp fyrir þér? Hvernig þú mundir vilja gera þetta og þess áttar? Meinar á fyrir nýja vinnu? Framtíðina og svona, bara næstu tíma, næstu misseri, næstu... Ég hef nú gjarnan yfirleitt og ráðlegg fólki þá oft sem að svona mínu fólki sem að kannski að horfast í augun einhverjar erfiðar aðstæður, hugsaði 5 ár fram í tímann, hugsaði hvar ætli ég verið til 5 ár, þú veist. Viðurkenni ég ekki gert það sjálf, það er nú kannski ekki alveg. En fékkst þú ekki, eins og margir virðast þá og kemur fram, þegar einar dyr lokast þá opnast aðra? Jú, ég var alveg komið sko, bara fekk græna bólur og ógleði og svimatilfinningu þegar fólk sagði þetta við mig á tímabili. Ég hef reyndar ekki heyrt þetta í nokkra viku núna sem er ágætt. En ég er viss um það að einhvers staðar eru dyr sem munu opnast fyrir mér. Ég held ekki að ég mun ekki fá vinnu. Ég held það ekki, sko, honestly. En ég veit ekki, þetta kemur bara ljós. Þetta er ekkert, sko, ég er ekkert eina mannski sem mist vinnu og það bara þetta er bara þannig. Eftir 3 ár, hvar verður þú? Ég veit það. Ég held ég verði bara í einhverju yndislegri vinnu sem ég verð þá búin að vera í 3 ár með góðu fólki og að gera gagn einhvers staðar. Nýta mína þekkingu og reynslu. Búin að læra á gítar? Búin að læra á gítar, sannlega búin með jólasveinin. Búin með jólasveinin? Já, byrjað næsta, ég á annað munstur. Þú átt annan? Já. Já, það er þrátt fyrir allt þá er bjartsýni í söldu saman. Já. Jákvæðið á bjartsýni og víðsýni er alltaf málið, sko. Ekki bara að horfa hérna á þennan litla atburð sem gerðist að ég misti vinnuna, heldur svona stóra myndin skiptir máli alltaf. Og þú hvetur fólk til að hugsa þá þannig? Já, ég held að ef að allir hugsuðu, ekki síst blessaði stjórnmálamenninir, allir hugsuðu sko alltaf stóru myndina í tíma og rúmi. Ef allir hugsuðu alltaf atburði og það sem þið langar að gera, það sem þú ert að gera, það sem þú ert að leggja til að sé gert, frumvörp bara á Alþingi og allt. Hvernig mun það virka eftir 5 ár? Þá væri kannanlega held ég. Við skulum breyta þessu. Já, við breytum þessu, ekki málið. Eitt er, þú ætlar að sýna mér einhverja hluti sem þið ekki mættum. Já, ég er ekki voðalega mikil hlutakona en ég er með á mér armband sem að mamma mín átti, sem að eins og kom fram af því að ég misti hana þegar ég var ung, þá er það mér mjög dýrmætt. Þetta er silfur og ég fór og þetta var bilað og lá lengi hjá mér, grátt og ekki fallegt. Og ég lét setja á það lás og lét sem sagt pússa það upp
og fékk það að vita það leið ég gerði það að þetta væri mjög dýrmætt og meir en 100 ára gamalt sem ægilega skemmtilegt. En skipti mig ekki nokkru einasta máli í sambandi við það, þetta bara tilfinningagildið. Og sama hérna með demantsringana mína sem ég með. Ég með hérna 2 demantsringa. Dóttir mín sem að rak hönnunarverksmiðjuna á Húsavík og skar út í leyserskurðarvél, hún gaf mér þessa demantsringa af því að þetta eru fyrstu stafirnir í nöfnum barnabarnanna minna. Það sem sagt Björg sem 25 ára í mastersnámi í Passos-listaskólanum í New York. Það Arnar bróðir hennar sem 16 ára, verða 17 í Hamrahlíð og svo það Kristófer og Signý sem búi hérna á Akureyri. Signý María Axfjörð og þetta eru alveg virkilega demantarnir mínir og demantarnir og þetta skorið úr plasti og þetta skorið úr plasti og alveg fyrir mér alveg nákvæmlega jafn mikils virði eins og armbandið bæði í verðgildi og tilfinningalega en núna að renna af stað tónlist sem að þú hefur valið líka og það lokin hjá okkur já og hvaða lag það? Það Til Samarkand heitir það og það hún Anna Pálína heitinn, Árnadóttir, svo yndislega söngkona sem syngur það og textinn eftir hann Hjört Pálsson sem tengist nú Akureyri heldur betur. Yndislegu maður og þetta yndislega fallegu texti og ég man bara eftir því að þegar ég heyrði þetta lag í fyrsta skipti þá fór það bara inn í hjartað á mér. Þær tala svo fallega það hvernig glugginn opinn og golan streymir inn og stemmingin svo mikil sko og ég svo mikill romantíker og væli kellinga, mér finnst þetta yndislegt. Við ljúkum á þessu. Takk fyrir. Sömuleiðis takk. Eftir vanga þinn og ég fann það glöggt var ég loksins vöknuð að nú væri rofið gamalt tryggðaband og nú máttu ekki brjósti söknuð ef þú einhver tíma kemst til Samarkand